Innviðaráðherra og forstjóri Landsvirkjunar segja að reisa þurfi nýjar virkjanir til að ljúka orkuskiptum á landi, lofti og sjó. Landsvirkjun telur að auka þurfi orkuöflun 50% svo unnt verði að ná markinu. Samtök atvinnulífsins krefjast þess að ríkið borgi laun þeirra sem þurfa í einangrun vegna COVID-19. Forseti ASÍ segir fyrirtæki ekki eiga að ganga í hirslur almennings án skilyrða. Kennarar segjast ekkert hafa verið hafðir með í ráðum þegar ákveðið var að skólastarf skyldi vera óbreytt. Viðbúið er að skólastarf skerðist næstu vikurnar vegna sóttkvíar starfsmanna sem fæstir eru 3 bólusettir. Rýmri reglur gilda ekki þá. Eftir mjög strangar reglur vegna COVID síðustu daga gátu Hollendingar loksins farið í ræktina í dag þegar aðeins var slakað á takmörkunum. Í Portúgal voru skemmtistaðir opnaðir á ný. Það er allt í lagi að spila fótbolta með höfuðljós en óþægilegt að fá ljósið beint í augun. Svo er erfitt að sjá hvort boltinn lendir í markinu. Þetta segir fótboltagengið, hópur barna í Mosfellsbæ sem hefur beðið bæjarstjórn betri lýsingu á fótboltavelli. Gott kvöld. Virkja þyrfti 50% meiri orku en nú er aflað til að ná markmiði stjórnvalda full orkuskipti. Þá er gert ráð fyrir því að allrar orkunar verði aflað með virkjunum hér á landi. Innviðaráðherra tekur undir með forstjóra Landsvirkjunar að virkja þurfi meira. Ríkisstjórnin hefur sett sér metnaðarfullt markmið. Í stjórnarsáttmálanum er sett fram það markmið að Ísland nái kolefnishlutleysi og fullum orkuskiptum eigi síðar en árið 2040 og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. Höfum við næga orku í orkuskiptin? Nei, við höfum hann ekki. Þetta er mjög umtalsvert magn sem þarf, alltaf svona 10 teravattstundir sem er mikið magn, en það er hafa það eins og huga að það magn þarf ekki strax. Orkuskiptin munu gerast hægt því miður, það munu taka tíma í upphafi. En svo mun orkuþörfin aukast þegar líður á næstu 20-30 ár. Hörður telur að nauðsynlegt verði að knýja stærri bíla, skip og flugvélar með rafeldsneyti. Og rafeldsneytið krefst meiri orku, það er verri nýting í því. Hörður segir að á næstu 10 árum verði orka sótt með nokkrum nýjum virkjunum. Hvammsvirkjun í neðri Þjórsá, stækkun jarðhitasvæðis á Þeistareykjum, litlum vatnsaflsvirkjunum á veituleið Blöndu og með því að virkja vindorku á Búrfellssvæði og Blöndusvæði. En nú verði að fara að undirbúa virkjanir sem eigi að skila raforku eftir 20 ár. Það tekur svona 20 ár að undirbúa virkjun, þannig að það er virkjanir sem við ætlum að fá í notkun svona 2040-50. Þar þurfum við núna að vera að skoða. Innviðaráðherra tekur undir með herði að það verði að reisa nýjar virkjanir. Engin spurning, og það var það sem við lágum hér yfir í þessu húsi í nokkra mánuði og nokkra vikur í haust til þess að finna leiðirnar, og þær eru klárar og við förum þangað. Hvar eru byrjað? Við þurfum að klára rammaáætlun, þar eru þó nokkrir hlutir. Við þurfum að leggja áherslu á hvernig við getum notað vindinn, og þar eru við líka með skýrar áherslur, þannig að já, það er augljóst. Græn orka er það sem að leysir að hluta til loftslagsvandann, en er verið að kalla eftir í orkuþörf í augnablikinu. Samtök atvinnulífsins segja sóttvarnaaðgerðir kosta fyrirtæki landsins 100 milljónir króna á dag og vilja að ríkið greiði laun þeirra sem lenda í einangrun. Forseti ASÍ er ekki hrifinn af frekari skilyrðislausum ívilnunum fyrir atvinnulífið. Síðastliðna daga hafa og yfir 20.000 manns ýmist verið í sóttkví eða einangrun dag hvern vegna Omikron bylgjunar. Mörg fyrirtæki hafa þurft að draga úr starfsemi og jafnvel loka tímabundið á meðan starfsfólk flakkar ýmis milli smitgáta, sóttkvía og einangrana. Flækjustigið á vinnumarkaði getur því orðið afar hátt. Það er búið að liðka reglurnar sóttkví, þannig að þú getur verið í svona einhvers konar smitgár sóttkví. En á sama tíma er náttúrulega verið að hvetja okkur til þess að halda okkur hæg næstu 2 vikurnar eða svo. Þannig að þetta er ansi misvísandi skilaboð. Samtök atvinnulífsins áætla að launakostnaður vegna starfsfólks í sóttkví eða einangrun kosti fyrirtæki 100 milljónir króna dag hvern og vilja að ríkið komi til móts við fyrirtæki með því að greiða laun starfsfólks í einangrun. Fyrir því séu fordæmi á Norðurlöndum. En það segir það sig sjálft, þegar það eru tæplega 20.000 manns í sóttkví og einangrun, þá leggst það gríðarlega þungt á vinnumarkaðinn í heild sinni og við því þarf að bregðast.
En einangrun þýðir væntanlega að viðkomandi sé veikur og þar af leiðandi á hann inni samningsbundið veikindarétt. Af hverju ætti ríkið að borga það? Já, ríkisstjórnirnar bæði í Danmörku og Svíþjóð hafa sagt þessi veikindi eru með öðrum hætti en í upphafi þessa faraldurs. Það er að segja fjöldi einstaklinga er heima en er einkennalaus með öllu, vissulega greint með veiru og þau hafa kosið að stíga fram með þessum hætti og ég tel að það var í lag fyrir ríkisstjórn Íslands að gera það með áþekkum hætti. Að því gefnu að kostnaður fyrirtækja 100 milljónir á dag og ekkert lát verði á Omikron-bylgjunni næstu vikur, má vænta þess að kostnaður ríkisins hlaupi á milljörðum. Forseti ASÍ er efins og segir að ef þessi leið yrði farin, þá þyrfti það að vera háð ströngum skilyrðum, svo sem að fyrirtæki sem nýttu sér hana greiddu sér ekki út arð, eða að ríkið greiði laun þeirra sem þegar hafi notað alla sína veikindadaga vegna einangrunar út af COVID. Og það væri nær að ríkið myndi stíga inn í þar, aðstoða fólk sem verður af tekjum vegna farsóttarinnar heldur en að opna ríkisheyslunar enn á ný fyrir fyrirtæki skuldbindinga og skilyrðislaust. Stjórn Kennarasambands Íslands segir að ekkert samráð hafi verið haft við fólk í faginu þegar ákvörðun að halda skólastarfi óbreyttu var tekin af stjórnvöldum. Viðbúið er að sóttkví starfsmanna hafi áfram veruleg áhrif á skólastarf. Mun rýmri reglur gilda sóttkví 3 bólusettra en annarra. Þeir mega til dæmis sækja vinnu og nota almenningssamgöngur. Flestir starfsmenn grunn- og leikskóla fengu Janssen bóluefnið í fyrrasumar og viðbótar bólusetningu í fyrra haust. 5 mánuðir þurfa að líða þar til þeir geta fengið næsta skammt, svo þeir fá ekki örvunarbólusetningu fyrr en í næsta mánuði og mega því ekki sækja vinnu ef þeir verða útsettir fyrir smiti. Því er viðbúið að sóttkví starfsmanna hafi áfram veruleg áhrif á skólastarf næsta mánuðinn. Það er auðvitað einn hluti af þessu álagi að vera stanslaust að lenda í þessum aðstæðum og það eru kennarar sem hafa ótal sinnum lent í sóttkví, hvað þá börnin sem eru að fara kannski í 20. skiptið í PCR-test niður við Suðurlandsbraut. Það er álag. Stjórn Kennarasambands Íslands segir að ekkert samráð hafi verið haft við fólk í faginu þegar ákvörðun að halda skólastarfi óbreyttu var tekin af stjórnvöldum og gerir alvarlegar athugasemdir við málflutning forsætisráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í gær ástæður þess að skólahald skildi óbreytt. Og svo aðgerð var líka mjög mikilvæg jafnréttisaðgerð því það skiptir auðvitað máli ef skólum er lokað þá vitum við alveg að það er mun algengara að konurnar séu heima með börnin. Ríkið hefur mest það að segja hvaða launastefnu er rekin í landinu og þeir hafa full tækifæri til þess að hjálpa til í jafnréttisbaráttunni. Skólar í landinu eru menntastofnanir. Það er það sem við viljum áherslan sé á, að skólarnir séu opnir til þess að börnin séu komið þangað til þess að mennta sig. Lykillinn að þessu er það að tala við skólastjórnendur, skoða kennarasamfélög inn í hverjum skóla, inn í hverju sveitarfélagi og meta stöðuna. Þar sem staðan er orðin þung, þá verður mann að grípa inn í. Mikil sorg og reiði ríkir á Írlandi eftir að ung kona var myrt þegar hún var úti að hlaupa í vikunni. Mikil umræða er í landinu öryggi kvenna í almannarými. Aisling Murphy var 23 ára gömul, tónlistarkona og kennari. Hún fór út að hlaupa síðdegis á miðvikudag meðfram bökkum ár við bæinn Tullamore þar sem hún býr á Írlandi. Hún kom aldrei tilbaka því hún var myrt í hlaupatúrnum á vinsælum hlaupa- og göngustíg. Very struck that it's at a very poignant, a very sad moment in our nation's affairs when a young, talented musician had her life violently taken 2 days ago. And our hearts and our minds go out to the Murphy family, to her community. Tugir þúsunda minntust Murphy víða Írland í gær. Í heimabænum komu bæjarbúar saman með fjölskyldu og vinum. Þúsundir komu saman við þinghúsið í Dublin. Morðið hefur vakið reiði meðal almennings og vakið umræðu kynbundið ofbeldi og öryggi kvenna í almannarýmum. Á samfélagsmiðlum deila margir Írar hugsunum sínum undir myllumerkinu hún ætlaði bara út að hlaupa. I know that people are feeling shocked but also angry, and I share that anger. This is a woman's worst nightmare, and I say that because while no woman should have to take measures when they're going out and about to stay safe, Aisling was out during the day, it was bright. Síðan 1996 hafa 244 konur verið myrtar á Írlandi. Í 87% tilvika þekktu morðingjarnir konurnar. Í 13% tilvika voru þeir ókunnugir. Einn maður var handtekinn sama dag og morðið var framið en sleppt næsta dag. Annar liggur undir grun. Stone will be left unturned in bringing this perpetrator of this crime to justice. At this stage, there is no information that the victim and her killer were known to each other.
From inquiries we've carried out, we believe this crime was committed by one male who acted alone. Smábátasjómenn á Norðausturlandi óttast að hafa lítið upp úr strandveiðum í sumar. Kvótinn hefur verið skertur og mögulega verður hann að mestu búinn síðsumars þegar fer að fiskast vel á þeirra heimamiðum. Strandveiði hefur tryggt líf í höfnum víða land yfir sumartíman. Nú hefur strandveiðikvótinn verið dreginn saman 1500 tonn á milli ára og má í sumar aðeins veiða 8500 tonn. Þetta veldur áhyggjum í sjávarbyggðum, sérstaklega á norðausturhorni landsins, þar á meðal á Borgarfirði eystra. Verði að fyrirhuguðum skerðingum ljóst að strandveiðisjómenn munu ekki fá 48 daga til veiða í sumar og það sérstaklega slæmt fyrir norðausturhluta landsins vegna þess að hér fiskgengdin mest síðsumars og potturinn, þessi sameiginlegi strandveiðipottur verður þá búinn áður en að fiskariði byrja hér. Og ég tel að ef menn ætla að halda þessum skerðingum til streitu og ekki tryggja 48 daga til veiða, þá verður menn að endurskoða fyrirkomuna strandveiða. Í fyrra tókum menn upp á því að hafa landið einn pott. Þar á undan voru þetta 4 pottar sem voru skipt niður á landsvæði og niður á mánuði. Og ef ekki hægt að tryggja 48 dagana, tel ég heppilegra að hverfa aftur í það kerfi. Þá var nýverið tilkynnt hvernig almennum byggðakvóta verður skipt á milli byggðarlaga. Þar fékk Borgarfjörður eystri eins lítið og hægt aðeins 15 tonn. Gagnrýnt hefur verið að nýting almenna byggðakvótans sé ómarkviss og dreifist á 50 byggðarlög. Bent hefur verið á að stærri hluti aflaheimildana ætti að fara í svokallaðan sértækan byggðakvóta. Það til staða þar sem markvisst unnið að því að byggja upp atvinnu í kringum nýtingu kvótans. Á Borgarfirði fiskvinnsla og talsverð harðfiskverkun. Já, við í heimastjórn höfum gagnrýnt það að það sérkennilegt að stofnun sem hefur skilgreint okkur sem brothætta byggð og býður okkur þátttöku í því verkefni, að við föllum ekki undir viðmið sömu stofnunar að fá úthlutaðan sértækum byggðakvóta. Sjávarútvegsráðherra segir til skoðunar í ráðuneytinu að auka ýsukvóta en Landssamband smábátaeigenda hefur óskað eftir því að 8.000 tonnum verði bætt við leyfilegan heildarafla. Sjómenn mótmæla skerðingu aflaheimilda í þorski til strandveiða í sumar. Skömmu fyrir jól voru þorskveiðiheimildir til strandveiða skertar 1500 tonn. Kvótinn fer úr 10.000 tonnum í 8.500 tonn. Ég stóð í raun og veru frammi fyrir því þegar ég tók við að það var að ráðgjöfin hafði dregist saman í ágúst og ég hafði ekki fleiri spil á hendi þegar kom að því að horfast í augu við það. Svandís segir að það hafi verið vonbrigði hversu lítið fékkst út úr skiptimarkaði með loðnu, aðeins tæpt 1100 tonna þorski. Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, lýsir sömu skoðun í samtal við fréttastofu og segir að þegar tekið sé mið að þorskígildistuðli hefði verið eðlilegt að 12 til 13.000 tonna þorski fengjust fyrir loðnuna. Ekki enn útséð með endanlegan ýsukvóta. Nú óskað eftir því að ýsukvóti verði aukinn 8.000 tonn. Sérðu það geta orðið að veruleika? Já, það verkefni til skoðunar í ráðuneytinu. Ég ekki tilbúin að svara því, en við erum að skoða það og vinna úr því erindi Landssambandsins. En þú heyrir ákallið, það mjög sterkt? Ég heyri það og það mjög sterkt og svona mínar taugar eru sterkar til smábátasjómanna og strandveiða. Flóðbylgja skall á eyríkinu Tonga í dag eftir neðansjávar eldgos í Kyrrahafi. Eldgosið varði 65 km fjarlægð frá höfuðstað Tonga og sást vel á gervihnattamyndum. Þar stopult rafmagn, síma og netsamband og því óljóst hvort fólk slasaðist og eins hve miklar skemmdirnar eru. Viðvörun hafði verið gefin út og fólkið forðaði sér af láglendi. Öldurnar sem gengu á land voru 1 metra háar. Einnig var varað við flóðbylgju á Nýja-Sjálandi, Fídji, í Ástralíu og allri vesturströnd Bandaríkjanna. Mörgum til mikilla gleði var slakað á ýmsum takmörkunum í Hollandi og Portúgal helgina. Aftur hægt að fara í ræktina í Hollandi og í Portúgal hafa skemmtistaðir verið opnaðir á ný. Skemmtistaðir í Portúgal hafa verið lokaðir síðustu 3 vikur en í gærkvöld var hægt að djamma á ní en til að komast inn þarf að uppfylla ýmis skilyrði. A máscara, certificado e o cartão de cidadão. E o teste negativo? Também. Mas está negativo, tenho. Í Portúgal eins og víðar eru eigendur skemmtistaða orðnir langþreyttir á ástandinu. Paira sobre nós a nuvem negra da incerteza.
há esse receio permanente, claro, porque cada vez que se abre há um investimento novo e estas empresas estão completamente descapitalizadas, já não conseguem fazer esta montanha-russa, para nós já não é viável. Þrátt fyrir að COVID-smittum fjölgi hratt í Hollandi hefur innlögnum á spítala ekki fjölgað að sama skapi. Eftir strangar takmarkanir síðustu vikur var í dag heimilt að opna á ný fyrirtæki sem ekki veita þjónustu sem talin bráð nauðsynleg. Þar á meðal tískuverslanir og líkamsræktarstöðvar. Ja, ik was wel erg gelukkig ben ik wakker geworden vanmorgen, ja. Ja, gewoon weer het gewone leven. Was het nodig om weer te gaan sporten? Ja, gelukkig wel. Ja, dames, op de heropening. Op de heropening. Proost. Líkt og aðrar skólastofnanir hafa framhaldsskólar þurft að takast á við þær áskoranir sem faraldurinn hefur í för með sér. Skólastjórnendur reyna með öllum ráðum að lágmarka áhrif á skólagöngu nemenda þrátt fyrir að stór hluti þeirra lendi í fjöldatakmörkunum, sóttkví og einangrun. Í verkmenntaskólanum á Akureyri hefur verið ákveðið að hafa enga lokaprófatörn í lok annarinnar. Já, við tókum það ákvörðun til þess að minnka bæði mögulega álag og nemendur vegna þess að þeir kannski detta einu sinni tvisvar þrisvar yfir önnina í sóttkví eða einangrun og ef þau sjá lokapróf sem einhverja ógn eða streituvald að þá ákveðum við að fara í það að fara algjörlega yfir í símat. Nemendur og kennarar verkmenntaskólans eru ánægðir með að geta mætt í skólan í byrjun annar og þurfa ekki að byrja hana í lokunum. Þau séu þó betur undir slíkt búin en fyrir 2 árum. Það eru gríðarlega mikil aukin þekking hjá kennurum það hvernig þau geta nýtt sér tæknina í kennslu. Það hentar nemendum þó misvel að nýta sér tæknina við námið. Við höfum ekki sjálf minn bekkur þurft að fara í fjarnámi, í verknámi, svo það búið að ganga mjög vel með það. En óttist þið það að þurfa fyrir fjarnámi í hárgreiðslu? Við óttumst það mjög mikið af því að mjög erfitt að vera í verknámi, í fjarnámi. Það munur á því að þurfa að vera fylgja takmörkunum og vera með grímu í öllum tímum og sérstaklega í verknámi. En skólinn hefur staðið sér rosalega vel til að reyna að halda skólakerfinu sem eðlilegustu, þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir álagið sem faraldurinn veldur hefur brottfall nemanda ekki verið áberandi meira en á öðrum tímum. Það í hærri kantinum en það ekkert mikið meira en við höfum séð áður. En maður veit ekki hvernig þessi önnur mun fara. Fótboltagengið í Mosfellsbæ lét ekki sitja við orðin tóm, heldur sendi erindi til bæjarstjórnar. Krafan einföld, betri lýsingu á fótboltavelli og helst gervigras. Það æsispennandi fótboltaleikur hjá fótboltagenginu í Reykjahverfi í Mosfellsbæ, en það aldrei erfitt að fylgjast með. Eini ljósastaurinn á svæðinu stendur við göngustíg skammt frá. En börnin deyja ekki ráðalaus. Þegar faraldurinn skall á byrjuðu börnin að spila saman fótbolta af kappi oft að kvöldi til, en þá vantaði tilfinnanlega lýsingu og úr því þurfti að bæta. Við spilum allt COVID-tímabilið með höfuljós. Og við skrifum bréf til bæjarstjórnarinnar. Og fóruðu með bréfi til bæjarstjórnar? Já. Og hvað stóð í bréfinu? Að við viljum fá gervigras og helst ljósastaura. Já, fá ljósastaura. Já. En á hverju voru að spila hérna í COVID-inu? Út af því að þetta bara stundum fresta æfingum hjá okkur og við spilum samt hérna eftir æfingar líka. Og eru krakkarnir hérna í hverfinu duglegir að spila fótbolta? Já, mjög. Og fóruð eitthvað hérna hverfið og byrjuð fólk að skrifa undir fyrir ykkur? Já. Og var fólk eitthvað að nenna því? Já, það var bara ein kona sem sagði nei. Bæjarráð fjallaði erindið í vikunni og færði á ný til afgreiðslu að lokinu umsókn og úttekt umhverfissviðs líklega eftir hálfan mánuð. Hvernig að spila fótbolta með svona höfuljósi? Bara fínt. En óþælt að fá þau augun. Já. En þegar þið skorum mark, sjáu þið hvort að boltinn fer í markið? Já, stundum en ekki alltaf. Og nennið alltaf að fara út að spila? Já, hvernig sem veðrið er. Okkur finnst skemmtilegast að vera í rigningu. Er ekki miklu skemmtilega að vera heima í spjaldtölvunni? Nei!
Og þá að veðri, snjóum víða land í nótt úr lægðardragi sem fer austur yfir landið en á morgun tekur að hlýna þegar hitaskil ganga norður yfir landið. Hlýna með nokkuð ört skilin ganga yfir og verður milt all land á mánudag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Við förum til Búdapest þar sem íslenska karlalandsliði handbolta vann frábæran sigur á Portúgölum í gærkvöldi og undirbýr sig fyrir að mæta Erlingi Richardsinni og lærisveinum hans í hollenska liðinu annað kvöld. Þetta einhver staða sem ég náttúrulega hef aldrei lent í áður og verður væntanlega sérstök staða. Nú gef ég ekkert upp þar sem Erlingur íslensku þjálfari. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir bætti í dag eigið Íslandsmet í 60 metra spretthlaupi. Það var spilað í úrvalsdeild kvenna í handbolta og við sáum toppslag í enska boltanum. Þetta og ýmislegt fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Og áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Innviðaráðherra og forstjóri Landsvirkjunar segja að reisa þurfi nýjar virkjanir til að ljúka orkuskiptum á landi, lofti og sjó. Landsvirkjun telur að auka þurfi orkuöflun 50% svo unnt verði að ná markinu. Samtök atvinnulífsins krefjast þess að ríkið borgi laun þeirra sem þurfa í einangrun vegna COVID-19. Forseti ASÍ segir fyrirtæki ekki eiga að ganga í hirslur almennings án skilyrða. Kennarar segjast ekkert hafa verið hafðir með í ráðum þegar ákveðið var að skólastarf skyldi vera óbreytt. Viðbúið að skólastarf skerðist næstu vikurnar vegna sóttkvíar starfsmanna sem fæstir eru 3 bólusettir. Rýmri reglur gilda ekki þá. Eftir mjög strangar reglur vegna COVID síðustu daga gátu Hollendingar loksins farið í ræktina í dag þegar aðeins var slakað á takmörkunum. Í Portúgal voru skemmtistaðir opnaðir á ný. Það allt í lagi að spila fótbolta með höfuðljós en óþægilegt að fá ljósið beint í augun. Svo erfitt að sjá hvort boltinn lendir í markinu. Þetta segir fótboltagengið hópur barna í Mosfellsbæ sem hefur beðið bæjarstjórnum betri lýsingu á fótboltavelli. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kolbítur í öskustónni í höllu Tröllakóngsins norsk ævintýramynd bóndason sem heldur í háskalega för til að bjarga prinsessu úr haldi tröllkarls. Litla Ítalía rómantísk gamanmynd ungt par sem þarf að leyna ást sinni fyrir fjölskyldum sínum.